Nú held ég að klukkan sé slegin 12. Verið öll bara innilega velkomin á hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Í dag heldur erindi Guðmundur Lúther Hafsteinsson, en hann sviðsstjóri húsasafns í Þjóðminjasafni Íslands. Erindi hans í dag, það fjallar nýtt varðveislu og rannsóknarsetur á Tjarnarvöllum. Þetta nýja húsnæði býður upp á kjöraðstæður til varðveislu gripa og verður tekið í notkun á þessu ári. Eftir fyrirlesturinn þá gefst ykkur kostur á því að spyrja spurninga og þá mun ég vera með svona hljóðnema á mér sem ég mun bara nálgast ykkur með. Þannig að gjörðu svo vel, Guðmundur Lúther. Og verið allir velkomin. Ég ætla nú að leyfa mér að gefa Margréti orðið svona strax í byrjun. Hún ætla að segja nokkur orð og fara svo á braut á annan fund. Gjörðu svo vel, Margrét. Takk Guðmundur. Ég hugsi í setinu samt að hlusta. Mér langar til að hann bað mig að segja aðeins frá aðdragandanum. Svo mun hann fjalla þetta nýja varðveislu rannsóknarsetur, eins og við kallum það. En það er kannski rétt að geta þess að Þjóðminjasafnið náttúrulega stofnun sem hefur verið starfandi yfir 150 ár og verið stöður uppbyggingu og endurskoðun og ávallt verið samfélaginu á hverjum tíma og leitast við að mæta kröfum og væntingum samfélagsins og það svolítið áhugavert að velta fyrir sér hverjar þær eru á hverjum tíma. En svona á þessari öld, frá því á síðustu aldamótum, þá hefur Þjóðminjasafnið lagt áherslu á að efla starfsemi sína sem höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslu og menningarminja eins og lögkveða sem að fyrst tóku gildi 2001 og síðan aftur árið 2013. Hvað var þetta leiðandi hlutverk fyrir minjasöfnin í landinu á meðan að stjórnsýslan var flutt þá fyrst til fornleifaverndar og húsafriðunarnefndar og síðan minjastofnunar sem var sameinuð stofnun þeirra tveggja. Og það felur í sér að okkar áherslur lúta að varðveislunni, rannsóknum og miðlun. Og allt þetta í raun og veru í samhengi hvað við annað, eitt leiðir af öðru og að þessi ár hefur við lagt áherslu að byggja upp það aðstöðu sem lítur að þessum þáttum starfseminnar. Þið þekkið uppbygginguna sem átti sér stað í tengsli við enduropnun safnsins 2004 með nýjum grunnsýningum og svona endurskoðun á innra starfi og mótun safnastefnu fyrir söfnin í landinu, menningarminjasöfnin í landinu. Og þá var líka tekin notkun í aðstæða fyrir skrifstofur og innra starf stofnunarinnar 2006 í Setbergi sem húsið við hliðina, þar sem bókasafn sem starfsfólki velkomið og samstarfsfólki og öðrum nemendum meðal annars velkomið að koma og nýta sér aðstöðun í. Og síðan það safnkosturinn sem okkur ætla að varðveita, þjóðminjarnar, sem eru mjög margþættar og fjölbreyttar, það allt frá því að vera smágerðar, nálar og jarðfundni gripir, brot af því sem endurspeglar sögu fólks fyrir á tímum í stóra tæknilega minni og hússtyrpingar allt land. Þannig að þetta eru viðfangsefni okkar þegar kemur að varðveislunni, forveislunni og síðan rannsóknum fyrir nýju þekkingu sem það eiga sér stað með meðhöndlun safnkostsins, þessar heimilda sem safnkosturinn felur í sér og miðlunni byggir á. Og við erum búin að berjast fyrir því raun og veru mörg ár að fá aðstöðu til að geyma allan safnkostinn við kjöraðstæður. Við fengum góðar geymslur í Vesturvör í Kópavogi í lok síðustu aldar og teknaði loftgrunn 1998 var svona fyrsti áfangi uppbyggingunni sem laut að endurbyggingu þessa hús og þá var safnkostur fluttur þangað í góðar aðstæður og þar verður áfram ljósmyndasafn Íslands til húsa, allir ljósmyndararfur, glerplöturnar og allt sem snýr að ljósmyndasafni Þjóðminjasafnsins, ljósmyndasafni Íslands sem innan vébandasafnsins, en síðan stefnum á því að tæma ýmsar bráðabirgðageymslur sem Guðmundur kemur inn á eftir inn í þetta nýja varðveislu rannsóknarsetur. Þannig að þegar við héldum upp á 150 ára afmæli 2013 þá lögðum við áherslu á það að við vildum ekki fá fjárveitingar til að halda flugeldasýningar eins og ég segi, heldur vildum við gjarnan auðvitað bjóða alla gesti velkomna í húsið og höfðum opið hús fyrir almenning almennt á þessu hátíðarári höfum ýmsar sýningar og útgáfu og spennandi verkefni tilefni af þessum áfanga 150 árum en við lögðum áherslu á það við stjórnvöld að það sem þyrfti að gera væri að líta til framtíðar og leysa út brýnni þörf Þjóðminjasafnsins sem sneri að varðveislu og rannsóknarsetri
sem væri þar sem við gætum flutt allan safnkostinn og búið honum öruggar aðstæður. Og það var svona tekið fyrstu skrefin þá og síðan var í framhaldinu tekið stór skref hérna 2013 þegar við fórum til það að vinna þarfagreiningu og húslýsingu, hvað við þyrftum ekki rými og hvers konar aðstöðu við þyrftum, og síðan var samhlitt fjárveiting og leita eftir tilboðum og niðurstaða var, og ég ætla ekki að fara mörgum mánuð þetta því Guðmundur mun gera það, að við fáum hér aðstöðu 4300 fermetra húsnæði í Hafnarfirði og það með því að við getum tæmt allar bráðabirgðageymslur sem eru víða á höfuðborgarsvæðinu og komið innan 2 ára öllum safnkosti Þjóðminjasafnsins í öruggar aðstæður. Og í þessu húsi er líka aðstoð til rannsókna, aðgengis við fræðimenn, forvörslu aðstæða. Þetta mun líka gera okkur kleift að rækta samstarfi við háskólann því það var annað sem við lögðum áherslu á afmælisárinu. Það var Þjóðminjasafnið yrði formlega háskólastofnun með sjálfstæðan fjárhag. Það þýðir að það er ekki sameining heldur formleg samvinna. Og þarna sjáum fyrir okkar hægt verði að bjóða nemendum upp á hagnýta reynslu í sínu námi. Og þarna verður líka aðstæða til undirbúa sýningar. Þannig að þetta er svona eitt af þessum stóru skrefum sem við höfum verið að taka á liðnum árum. Og við setjum alveg í samhengi við enduropnunum 2004. En með því vil ég bara gefa Guðmundi orð. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Nú, eins og Margrét kom inn á þá verður þetta mjög mikilvægur áfangi sem að safnið hefur náð núna og í rauninni merkilegur eins og þegar safnteikningin var endurbyggð og tekin í notkun 2004 og aðeins 2 árum síðar þá var byrjað að vinna undirbúningi að geymslumálum safnsins. En á þessum tíma þá erum við með geymslur á ýmsum stöðum í borginni og á höfuðborgarsvæðinu. Það eru tvær geymslur í Kópavogi í Vesturvör, út á Seltjarnarnesi í Byggörðum og svo í Dugguvogi, og Loftskeytastöðin var líka geymsla fyrir okkur. Og svo hefur húsasafn Þjóðminjasafnsins 2 geymslur út á landið, það er að segja á Naustum, Akureyri og Skipalón í Hörgársveit. En það eru verkefni sem ég er að vinna núna að taka í notkun geymslu á Víðimýri í Skagafirði í staðinn fyrir þessa geymslu sem við erum með á Skipalóni. En rétt til þess að horfa inn í þessa geymslu sem við höfum haft og við höfum að stefna að tæma með tilkomu þessa húsa, þá er hér myndir innan úr Byggörðum út á Seltjarnarnesi þar sem lækningum vilja safna til húsa. Þetta er inn í Dugguvogi og hér er troðið í hillur og á gólf til þess að koma öllum fyrir. Og þessir munir fara ýmist inn á Tjarnarmelli eða síðan inn í Vesturvör. Þetta er geymslan okkar á Vesturvör 14 sem eru geymdar vélar í þessu tagi og hluti af þeim bara líka á Tjarnarmellina. Og síðan er fína geymslan okkar á Vesturvör 16-20 sem þótti algjör bylting þegar hún var tekin í notkun eftir aldamótin, en það sem er kannski mest í mínusinn við hana það er ekki hita- og rakastýring þar eins og við erum að gera kröfur í dag. Og þar er orðið ansi þétt í hillum og með svo göngum líka. Og hér er forngripageymslan okkar þar sem er vel troðin. En ef við förum aftur til 2006 þá var tekið saman skýrsla geymsluþörf menningarminjasafna á landinu og þar var meðal annars fjallað það að Listasafn Íslands og Þjóðminjasafn myndu sameinast geymslu í Vesturvör og byggja við Vesturvör 16-20. En það er ýmislegt breytt síðan þá og ekki síst skipulagsmálin sem að hafa eiginlega gert okkur það ókleift. Það er búið að taka svolítið á lóðinu og lóðin fyrir Vesturvör 14 við erum búin að missa hana. Þetta deiliskipulagsgerð, hún var tekin undir íbúðabyggð. En 2013 þá var
þessi skýrsla var tekin til endurskoðunar og Þjóðminjasafnið og fólk hér innan húss vann að greinargerð þær geymslur sem við höfum og hvað við þurfum. Og þetta var svona undirbúningsvinna fyrir samstarfið Framkvæmdasýsluna sem að tók saman fyrir okkur þarfagreiningu og primatun og síðan húslýsingu sem var tilbúin í janúar 2015. Þar settar ýmsar kröfur fram hvers konar geymslu við þurfum og hún ætti að rýma fyrir utan að vera með geymslurými. Það eru skrifstofur og móttökurými fyrir gripi og verkstæði, vinnuaðstöður fyrir móttöku og hreinsun og pökkun á gripum, rannsóknir og húsið átti að vera með öryggiskerfum og fullbúið og með hita- og rakastýringu á geymslunum. Og að lágmarki þurftum við 4.500 fermetra brúttó miðað við loftið sem 4,5. Og svo var krafan það að fjarlægð frá Vesturvör 16 sem átti áfram að þetta nýta sem geymsla væri 20 km og leigutíminn væri 20 ár með mögulega framlíkingu. Og eftir auglýsingu og útboð þá skoðum við sérstaklega þetta hús á Tjarnarvöllum sem að gott og vel var aðeins minna heldur en við báðum en á móti með mikið meiri lofthæð, alveg upp í 11 metra í staðinn fyrir 4,50. Þannig gat maður í raun alveg minnkað gólfflötina því að lofthæðin var meiri og nýtingin gat verið mikið meiri. Á rúmmáli þetta hús 30.000 rúmmetrar, þannig að þetta geysilega mikil bygging. Og hún skipt í 3 hæðir í framhúsinu og síðan salur á bakvið sem í einni hæð. Þessar myndir sem ég með hérna, þær eru teknar þegar við fórum að skoða þetta hús með Framkvæmdasýslunni bara í fyrsta sinn og eins og við sjáum þá var þetta svolítið rátt hús, stórir salir hérna í austurendanum. Húsið var tvískipt, þannig að það hefði verið verslun, Europris var hérna með verslun fyrir allmörgum árum en húsið var byggt árið 2008. Þetta salurinn vestanverðu og við sjáum hérna út inngangsdyrnar út af Tjarnarvöllum og til þess að átta okkur á lofthæðinni þá sjáum við þannig lýsinguna sem var tekin niður eða niðurhengd lýsingu fyrir verslunina sem var þarna. Þannig að þetta var svolítið vannýtt hús varðandi lofthæðina. Hér eru við stöddin í framhúsinu upp á annarri hæð. Þar voru hvor hæðin í framhúsinu rúmir 800 fermetrar og hér salur sem það byrj 400 fermetrar og upp á 3. hæð var einn geymur 800 fermetra rými sem hafði aldrei verið tekið í notkun frá því að húsið var byggt. Þetta húsnæði það bauð upp á allt aðra möguleika heldur en að við kannski sáum fyrir þegar við vorum að óska eftir geymslum fyrir safnið og við fórum að endurskoða í raun og veru húslýsinguna sem við höfum haft til grundvallar og í samstarfi við Regin sem fasteignafélag sem eigandinn og þeirra hönnuði þá var skoðað hvað við gætum hugsanlega flutt og auki inn í þetta hús til þess að nýta það betur og leysa jafnframt starfsaðstöðu í Vesturvör 16 sem gott og vel var orðin svolítið þröng en þarna sáum við allan möguleika á því að stórbæta vinnuaðstöðu fólks sem þar vinnur með því að flytja hluta af bæði safnkosti og starfsmönnum til Hafnarfjarðar. Og til dæmis þá sáum við fram á það að við gætum fjölgað
skrifstofurýmunum, það er að segja plássi fyrir úr 7 starfsmönnum í 22. Við gátum stækkað heimildasafnið sem fyrst og fremst var fornleifar safnið okkar úr 10 fermetrum í 58. Við gátum komið fyrir 300 fermetra geymslu fyrir textíl, 350 fermetra geymslu fyrir forngripi, 75 fermetra geymslu fyrir þurrgeymslu og síðan 230 fermetra forölluverkstæði. Þannig að svo við sjáum þessar upptalningu þá er það eiginlega lofthæðin sem að gera það að við getum nýtt gólfflötum mikið betur og skorið niður geymslunar með því að fara í hæðina nýtt sérstaklega framhúsið sem er á 3 hæðum til þess að koma fyrir meiri starfsemi. Svona leit húsið út lengi vel að það er búið að gera smá breytingar á austurhliðinni sem er hérna neðri myndin. En í grunninn er húsið í þessu útliti og hér sjáum við á skurðmyndinni að hvernig salurinn er gríðarlega langur og djúpur. Lofthæðin í honum eru tæpir 11 metrar þar sem hæst er og 7,50 þar sem minnst er, þannig að þetta er mikið hús. Nú, það fór í gang mikil hönnunarvinna sem stóð alveg frá því í júní í fyrra og fram undir áramótin síðustu, þar sem við vorum að reyna að máta okkur við húsið og koma þessari starfsemi fyrir á sem hagkvæmasta hátt. Og ég ætla aðeins að færa mig hérna. Húsið er byggt upp af því að allir gripir koma hér inn á móttökusvæðið. Starfsfólki kemur hér inn á framan stigahúshæðirnar og svo er farið með gripina annaðhvort beint inn í geymslur og það er þessi megin ás hér gegnum geymslurnar eða eftir þessum ás hér þar sem er farið inn í sérgeymslu og hér eru minni geymslur, fristir og kælir, einangrunarklefi, ljósmyndun, síðan er vinnusvæði þar sem maður hægt að gróhreinsa og pakka gripum og verkstæði sem maður nýtir í sýningagerðinni. Núna við horfum hérna á þessa myndir þá er þetta mynd sem sýnir móttökusvæðið og birna sem eru hérna næst mér. Það eru aðal innkeyrsludyr inn í móttökusvæðið þar sem að gripinu koma inn og svo sjáum við inn eftir ganginum, svo tilbaka og hér eru fristir og einangrunarklefi, loftræstir samstæðan í hlýðuppi, umlaðageymslun hér og svo þessi mynd tekið hérðan og inn ganginn og þá er vinnusvæðið þar sem við unnum með bökkum og gripum hér á fyrsta hæð. Síðan rennihurðir hér inn á sýningagerðin á annar hæð, forröðslut á þriðja þar sem þetta er bara með stærri gripi þegar verða annaðhvort að forværa þá upp á þriðja hæð eða þá verður það að undirbúa sýningu. Þá er þeim bara hreinlega lyft með lyftara þannig upp á hæðirnar. Þannig þetta er svona aðal ásinn í húsinu þar sem er verið að flytja gripi. Þetta er eiginlega, finnst mér skemmtilegasta rýmið í húsinu því að þetta er eiginlega hjartað í allir starfsemi þannig að þetta er hitt á rakastýringin og gríðarlega öflugt og vel gert loftræstikerfi sem hættir að stýra hita og rakastýri í hverju geymslu fyrir sig og það vinnur þannig að eftir að búið að blása loftin í geymslunum þá var það tekið tilbaka, blandað upp með 10% fersku lofti og síðan er það nýtt aftur til þess að nýta bæði hita og rakan í loftinu sem best. Hér er myndinnan úr vinnusvæðinu sem er á jarðhæð, þar sem maður verið að taka á móti gripum sem að koma í húsið eða þá að pakka þeim fyrir
sendingar eða verið að senda sýningu út úr húsinu. Þetta síðan inn í geymslunum. Þetta það sem við kallum AB-geymsluna, það sem annars vegar brekkar og síðan 3 hæða smávöruhillugeymslur sem eru með rúma 2000 metrar á hillum. Það í þessi geymsla sem við sjáum hér á 3 hæðum og annar og 3 hæðum að ganga inn í framhúsið, inn á skrifstofunar og inn í geymslunum sem upp á 3. hæð. Ef við færum okkur upp á næstu hæð, þetta þá grunnmyndin af annarri hæð og þar eru geymslurnar auðvitað opnar í alveg undir þak, þannig við sýnum raunur ekki neina hillur þar nema hillukerfið í smáru hillunum þar sem þær eru á 3 hæðum. En það sem við höfum komið fyrir hér eru skrifstofur fyrir starfsmenn. Þær eru hér meðfram gluggunum. Það sem nýtt og til mikilvæg bóta það vinnuaðstaða fyrir háskólanema og fræðimenn sem hafa hér vinnuaðstöðu í opinni skrifstofu. Síðan eru skrifstofur hér áfram, fundarherbyggi, kaffistofa, heimildasafn og sýningarglögg. Hér þá komið með gripi hingað inn eða skápar til þess að setja upp sýningu. Síðan öll þjónusturými hér, salerni og sturtur og stigahúsið og lyktar. Hér koma nokkrar myndir sem sýna þessa vinnuaðstöðu. Þetta svæði fyrir háskólanema og fræðimenn sem fyrir miðri hæðinni. Hér horfum við eftir gangi á annarri hæð og við enda gangsins kaffistofan, skrifstofur á hægri hönd og ljósritun hérna á vinstra hönd, gangur inn að 3 hæða geymslunni í það sem smávaruhillugeymslan og aðeins lengra á ganginum heimildasafnið. Nokkru lengra síðan fundarherbyggi og það hægt að stækka það inn í kaffistofuna sem stór og vel útbúin, þannig að það hægt að vera með alla okkar starfsmenn og fundum þess vegna þarna á Tjarnarvöllum. Á hæðinni líka heimildasafn og hér þéttiskápar þar sem skjölin okkar verða geymd og hér fyrst og fremst verið að hugsa öll gögn sem koma úr fornleifarskráningum og teikningar. Þetta síðan skrifstofa hérna í austurenda hússins og sýningagerðin. Og við höfum á alla skrifstofur og í sýningagerðina tekið raufar í veggi þar sem sett gler í, þannig að það enginn lokaður inn á skrifstofu, heldur hefur fólk hægt að sjónræn tengslu þá sem að ganga eða vinna í hverju rými sig. Ef við förum síðan upp á 3. hæð, þá það forngripageymsla sem rúmið 300 fermetrar, þurrgeymsla sem innir 75 fermetrar og síðan forvarslan sem 230 fermetrar. Þetta algjör bylting í forvarslu á þeim safninu að þetta mjög góð aðstæða sem verður komið upp og mun stórbæta okkar vinnuaðstöðu og líka annarra stofnana hugsanlega sem vilja vinna með okkur í forvarslu. Hér myndin úr forngripageymslunni, þar sem verið að setja upp hillukerfi. Þetta úr forvarslunni, hér sjáum við í forvarslu forngripa. Það búið að leggja fyrir öllum stokkum varðandi loftræstingu og útsóksarma og við erum þessa dagana að kaupa innréttingar inn í forvarsluna. Hér forvarsla safngripana og við sjáum inn í forvarslu forngripana gegnum dyrnar þannig lengra. Og svo það þurrgeymslan sem verið að tengja og ganga frá.
af þriðju hæðin sem ég nefndi áðan og annar hæð síðan hægt að opna dyr og koma með stærri grip og hér að horfa það onni í móttökusvæði ofan að þriðju hæð. Þetta er það sem ég ætlaði að sýna ykkur á þessu stíðinu og síðan kannski það helst að segja að flutningar inn í húsið eru hafnir. Við tókum við húsinu 12. ágúst og við höfum verið að gera ýmsar mælingar og stillingar á kerfum síðan en erum byrjuð að flytja gripi úr bygggarðum og ætlum að ljúka því núna fyrir mánaðamót og síðan eru gripið í Dugguvogi sem við ætlum að klæma það hús það er svona hvoru megin við áramótin en flutningum verður væntanlega fullu lokið svona mitt ár 2018. Takk fyrir.